Komið sæl. Finnum við það hérna? Hvers vegna er þetta verkefni mikilvægt fyrir okkur, fyrir vinnustæðina? Verkefnið, Virku vinnustaðir, er eins og áður hefur komið fram hérna, tilraunaverkefni hjá aðilum vinnumarkaðarins þar sem bæði koma að hinn almenni og opinberi vinnumarkaður. Ég er í stýrihóp verkefnisins eins og Halldór og hef haft þau forréttindi að geta fylgst með verkefninu í gegnum þessi 3 ár sem það hefur verið í gangi. Auka afurð verkefnisins er svolítið þetta að finna hvernig kjarasamningarnir passa við það. Við myndum komið til vinnu eins og Halldór fór hérna í gegnum. En ég ætla ekki að fara sérstaklega gegnum það, það nægir það sem hann hefur sagt. En ég kem hérna svolítið öðrum forsendum, ég er hérna sem áhorfandi að verkefninu en ekki sem beinn þáttakandi. Og það gefur mér svona aðeins kannski aðra sýn. Þessi tilgangur verkefnisins er að aðstoða stjórnendur og starfsmenn, það er að móta og innleiða stefnu velferð, fjarvistur og endurkomu til vinnu. Þörfin fyrir þetta verkefni var alveg klárlega til staðar. Við fundum það alveg hjá samtökum atvinnulífsins. Og nálgunin á hálfu Virk hefur algjörlega verið til fyrirmyndar. Algjörlega. Mjög flott verkefni. Og þáttaka vinnustæðana sem tóku þátt í þessu verkefni hefur algjörlega ómetanleg. Ég verða að viðurkenna, ég kom svolítið að verkefninu með svolítið autt blað. Ég vissi ekki alveg hvað áhrif þetta myndi hafa. En á þessum tíma þá er ég algjörlega búin að kaupa það. Þær hafa algjörlega selt með það hérna, stelpunir hjá Virk. En eins og við vitum er eitt af markmiðum Virk að grípa fólki í veikindum sem fyrst, að koma fólki í starfsendurhæfingu svo að snúi aftur út á vinnumarkaðinn. En hér er hins vegar gripið inn í miklu fyrr. Það er strax á vinnustaðnum og skoða hvort það sé eitthvað hægt að gera þar til að minnka fjarvistir og þar sé meðal annars auka líkur á því að starfsmenn snúi aftur á vinnustaðinn eftir langtíma fjarvist. Með þetta markmið og önnur markmið sem sjást hér á glerinu fyrir aftan mig, að leiðarljósi fengu stjórnendur og starfsmenn töluverða fræðslu sem stuðlar að velferð á vinnustaðnum, auk leiðbeininga og aðstoð við að setja sér stefnu forvarnir, fjarvistir og endurkomu til vinnu eftir veikindi. En það er mjög mikilvægt að nálgunin sé jákvæð og heilsusamleg eins og áður hefur verið lýst hér í dag. En þannig er hægt að festa svona ferli innanhús sem gerir það fyrirsjáanlegt hvernig brugðist er við fjarveru í veikindi og slysaforföllum. Og það er líka einnig mikilvægt að allir séu settir undir sama hatt. Í fjarverustefnunu koma fram skýr ferli varðandi tilkynningu veikinda, hvenær stjórnandi og starfsmaður taka þetta samtal vegna endurtekinna skammtímaveikinda, en þá er farið yfir stöðu skammtíma fjarvista, eins og Vilhjálmur og Jóna lýstu hér áðan, og aðstæður á vinnustað sem geta haft áhrif á þessa fjarvistir. Einnig er tilgreint hvernig samskipti fara fram í langtímaveikindum og samtal vegna endurkomu til vinnu eftir langvarandi veikindi. Þessi samskipti er því öll meira og minna fyrirsjáanlegt sem er líka mjög mikilvægt. En í samskiptum mínum við stjórnendur fyrirtækja hafa spurningar varðandi veikindi ofta snúist lengd veikindaréttarins eða hvort að skilyrði til veikindagreiðslna séu uppfyllt. En í langtímaveikindum hafa oftar en ekki vaknað upp svona vangaveltur samskipti milli þá stjórnenda og starfsmanna. Eiga þau eingöngu að vera í formi afhendingar og læknisvottorða. Á að hafa samband við viðkomandi. Á starfsmaðurinn að hafa frumkvæði að því að hafa samband við vinnustaðinn. Kemur starfsmaðurinn yfir höfuð aftur? Það þekkjast alveg dæmi þess að stjórnendur og starfsmenn sem eru í langtíma fjarvistum ræði ekkert veikindafjarvistirnar
í langan tíma. Þó að ég ætli svo sem ekki að spá fyrir hver ástæður þess eru, en þá eru dæmi þau sjónarmið að starfsmaður eigi að fá að vera í friði frá vinnustaðnum þegar hann veikur, sérstaklega langtímaveikindir eru það. Annað að í þeirri viðleitni að passa upp á það að starfsmaður sé ekki settur í þá aðstöðu að hann telji sig neyddan til að skýra frá eðli veikinda sinna, að þá fer stjórnendur frekar þá leið að segja bara ekki neitt. En í þessum tilvikum er einmitt mikilvægast að starfsmaður haldi tengslum sinn við vinnustæðin. Það hefur sýnt sig í könnunum að starfsmaður vill almennt halda sambandi við vinnustæðin og heyra í yfirmanni sínum þegar hann stríði við langvinna sjúkdóm. Það sýni að yfirmanninu sé ekki alveg sama og eykur líkur á því að starfsmaður snúi aftur til vinnu eftir langtímaveikindi. Hérna skapast við ákveðin togstreita hvort og þó hvernig á að haga þessum samskiptum. Og fjarvistarstefnan stuðlar að því að brugðið sé við veikindum með fyrirsjáanlegum hætti og setur þau í ferli. En kannanir sýna líka að það eru tengsl á milli góðs vinnustaðar og lágmarks fjarvista. Þar er eitthvað að sækja. Gott vinnuumhverfi hefur því áhrif á veljan fólks sem getur þá leitt til minni fjarvista. Og það er því klár hagur allra að skapa gott vinnuumhverfi á vinnustæðum. En hvað getur þá vinnustæðurinn gert til að auka veljan starfsfólks og minnka þannig fjarvistir? Með markvissri fræðslu forvarnir, heilsu og vinnuvernd, samþættingu vinnufjölskyldulífs, þá er allir meira meðvitaðir hvað þarf til að gera vinnustæðin góðan og viðhalda honum þannig. Fjarvistarsamtöl geta einmitt gefið líka vísbendingar hvort eitthvað sé hægt að gera inn á vinnustæðnum til að gera vinnustæðin betri. Þar geta komið fram upplýsingar sem geta orðið lausnin inn á vinnustæðnum sem skila sér í ánægðara starfsfólki sem getur þá leitt til minni fjarveru vegna veikinda og meiri skilnings vegna fjarverunar. En eins og þið sjáið, það eru algjörlega búin að selja mér þetta. En verkefni næra aðeins lengra en þetta. Og það er þessi greining lykiltanna. Og ég held að við getum svona með nokkur vissu svona staðhæft að starfsfólk veikist. Að gera ráð fyrir ykkur og öðru er algjörlega eða nokkuð óraunhæft. Flesti vinnustæðir skrá niður fjarvisti vegna veikinda, en það er tiltölulega einfalt að gera í tímaskráningarkerfum. Og megintilgangur þess er yfirleitt að halda bara utan fjölda veikindadaga sem eru teknir hjá einstökum starfsmönnum. En veikindafjarveru fylgir samt ákveðin kostnaður sem skynsamlegt er að geta áætlað á grundvelli reynslu og talna fyrir ára. Og í þessu verkefni voru stjórnendum gefnar aðferðir svo vinnustæði gætu reikna kostnað vegna fjarveru starfsmanna og gert áætlanir þá til framtíðar. Í þeim spurningakönnunum sem gerðar voru árið 2011 og 2014 kom meðal annars fram að rétt 90% þáttakenda töldu fjarvisti vera skráðar á skipulagðan hátt á vinnustæði þeirra. Ég er ekki frá því að þessar tölur séu bara nokkuð nálægt sannleikunum hvað vinnumarkaðinn varðar svona almennt. Það sem að mér þótti áhugavert, en kom mér samt reyndar ekki sérstaklega óvart, að það voru mun færri að vinna markvisst með þessar fjarveru tölur. Samkvæmt spurningakönnunni árið 2011 voru 28% stjórnendur að vinna markvisst með fjarveru tölunar sem lið í rekstrartölum áætlanagerð. En árið 2014 var þetta hlutfall komið upp í 50%. Það var einhver ákveðin hópur sem að vissi ekki hvort það var verið að vinna með þær og þá var ástæðuna að leita að það var gert á miðlægum stað annars staðar. En í tengslu við þetta verkefni var útbúið og þróað sérstakt lykiltölublað þar sem fylgst var með hlutfalli fjarveru, tíðni fjarveru vegna veikinda barna og starfsmannaveltu hvers árs. Með þessum gögnum getur hver vinnustæði fyrir sig reiknað út hvert þeirra eigin hlutfall og tíðni veikinda hver sem meðalfjöldi veikindadaga á stöðugildi og meðalkostnað vegna veikinda á stöðugildi.
og út frá því er hægt að finna kostnað per hvern veikjandadag. Og þessar tölur eru svo nýttar í rekstraráætlun næsta árs. Jónína sýndi þetta blað hérna fyrir í dag. Það var, eins og segja, til nokkuð flókið en ekki samt margar tölur til að fylla inn í. Þannig að það reikna sig megin sjálft. En það sem að þetta blað er birt á heimasíðu Virk, þá myndi ég hvetja til þess að þeir sem að vilja hefja vinnu við að setja sér þessa fjarvistarstefnu að nota þetta blað og nota þessar upplýsingar fjarvistir í rekstraráætlun sín. Ég held að það sé flestum vinnustöðum hollt að skoða hvort það sé ekki tilefni til að nýta þann afrakstur þar sem þetta verkefni hefur leitt af sér. Flestir vilja vinna því að vinnustaða þeirra teljist til þeirra góðu. Og þetta er eitt af þeim verkfærum sem hægt er að nota til að komast og vera á þeim stað. Takk fyrir.